heitir Egill Einarsson en kallar sig Gilsenegger. Vertu velkominn. Vá, það alveg kynning. Já, ég í stuði í dag. Já, ég heyrði það bara. Svei mig þá, þetta verður ekki einhver besti þáttur ársins. Það 100%. Það mikil stemming í okkur strákunum núna. It's summer. Já, það sko 15 stiga hiti, einhver mikilvægasti landsleikur Íslands bara í árana raðir. Já. Það að segja, kalla landsliðinu. Já. Það bara alltaf að gerast einhvern veginn. Júni verður góður, það verður sunshine í júni. Ertu fann á trú á júni? Já, júni verður góður. Já, þú alltaf að trú á honum. Já, þetta mæ var ekki góður, það var ekki eitt sól á dag í mæ. Mæ var viðbjöður. Já, júni verður góður. Jæja, ok. Það 7. júni, uppáhaldstala mín 7. Já. Þetta er fullkomin. Uppáhaldstala mín líka 7. Já, alveg. Já, þess eru kannski báðir í svona gríðarlega miklu stuði. Ég alltaf í rosalega stuði. Hvernig ert þú Gilsenegger? Ég baldur betri. Á hverju fer ekki að vinna meira með Gilsenegger aftur? Frábært nafn. Á hverju fer þú ekki bara að vinna með raskatu? Þannig að Gilseneggerinn í stuði? Ég var að vinna með Gilsenegger 2003, sko. Með allt niður það. 2013 dag. Hann getur komið aftur inn with a bang. Já, það ekki? Já. Neggerinn. Þurfum að tala um eitthvað annað? Já, alltaf. Við erum með veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að velja ykkur hlustununa með frábærum þætti. Við erum með Sturla staðreyndur á sínu stað. Brjábryggi verður á línunni í dag. BB King. BB King, í fyrsta sinn í langa tíma. Heyrum allt og lítið í honum þessa dagana. Það er mistari. Brian Ekupen, hopnuð okkar. Þú vilt halda áfram að tjekka hvort að hann sé að meika það út í Florida? Já, ég meina, þetta er bara hotn sem við félagarnir erum með. Brian Ekupen hotnið. Já, þú vilt ekki eins og tjekka, þú vilt meina að sé 100%. Það er svoleiðis. Já. Þannig að það sem er bara málið er út af því við hittum allir hverju viku. Já. Og með hverju vikun er prófílinn hans að stækka í Florida. Já, ég ekki við svona, en við getum tjekkað á því. Já, það er með það aftur. Og síðan alltaf virtasti dagskráliður F95 Blöð stuðlagið. Já, virtasti dagskráliður F95 Blöð eru Sturlaðar staðreyndir. Ég er búinn að komast að því á með sem einhvern sem sagði það við mig þegar ég hitt hann í dagina. Hvað er Egill að bulla stuðla þessi virtasti dagskráliðun? Og það var one hell of a point í hann. Ég er bara að segja að fólk kallar þetta. Þetta er virtasti dagskráliður F95 Blöð. Ok, verður þá með eitthvað gott stuðla í dag? Eitthvað sem peppa landsliðið og fólki sem er að leiðan á völlin? Ekki einhverja techno-ræpu? Kóttu með eitthvað alvöru? Þetta segja techno-ræpu. Já, kóttu hann með eitthvað gott? Það er bara techno. Techno? Það er bara að segja ekki vera með techno. Ok. Akkur þetta ræpa þeirra? Þetta hérna eftir að reynda að peppa upp landsliðið, sko. Þetta er rosalegt lag. Allt landslið eru på herbyggi núna. Já. Að hlusta á okkur, koma sér í gýrin. Það er það sem er að gerast báðan dag. Hvernig fyrir þessi leikur, Egill? Við erum að taka þess að slóina. Við erum að fara að pakka þeim saman. Já. Það er bara sem er að gera. Ég sé einhvern veginn, þetta eru bullandi fordómar í mér og ég byrst afsökunar á þeim, en ég einhvern veginn sé fyrir mig slóin og núna bara einhverju góður kaffhús að hendi réttu. Já, við erum bara að pakka það saman. Ég held að ég sé ekki að pumpaði fyrir þessu leik og við. Við erum með okkar besta landslið frá upphafi. Ég ætla að fullera það. Við erum með svaðalið núna og bara það er líka, það er stemming í mannskapnum, það er stemming í Íslendingum. Já. Og þetta er bara... Og málið er þessi strákar í liðinu. Þau eru ungir, þau eru myndalegir, þau eru sexy og þeir vita það. Má ég klára þá? Já. Þeir vita það. Hvað er að fara að reyna að sofa hjá Slóvenunum eða? Má ég klára for the love of God? Já, ok. Þeir vita það að þeir vinna leikinn í kvöld og síðan eru bara kannski að downtown, have a hell of a time, segir bara konur elskar winners. Ég er að hendi að fact hérna auðvun. Já, það er staðarind. Já, þannig að ef þú tapar, ef Slóvenar pakka okkur saman 3-0 og það er Alfred Finnbogason 1 á barnum og B5. Það er einhvern veginn, hvað er Alfred að gera 1 hana? Hvað er einhvern að tala um hann? Öllu saman. Hann er ekki að standa í því. Að menn kalla bara eitthvað, Alfred, allt niður þig! Þannig þú ert að setja bullandi pressa á þetta. Já, en ef þú eru winners, þá eru all kallarnir, skiljum. Þetta skilja hvað er að fara. Eins og þið heyrið, kæru hlustendur, þá erum við í stemmingu og ekki minkarum með þetta. Við erum byrjað að hoppa og skoppa hér í stúdíónu. 3 harðir eins og staðan er núna. 3 harðir. 3 harðir. Það er ekkert slúður í dag því að við erum konið með góðan gest hér í stúdíóð.
til þess að ræða Keflavík Music Festival. Hann heitir Þorkell Máni og einn helsti aðdáandi FM 95 Blöð. Vertu velkominn, Þorkell. Hvernig líður þið, Máni, að fá að hitta mig og Auðun hérna og spjalla við okkur félaga? Ég hitt ykkur oft, alltaf þegar eitthvað mess í lífinu ykkar og eitthvað klúður og eitthvað vantar eitthvað alvöru harðan gæja, þá ringi við þig. Sérðu hvað hreint og fallegt stúdíó hérna? Hvað ringið þið þegar allt í messi? Þá ringi maður Þorkell Mána. Nákvæmlega. Já, ringi maður í málun sín. Hvernig ertu annars? Þetta ekki góður? Ég góður bara. Já, þú ert slúðrið okkar í dag, bara svo í dag. Ok. Þannig að við erum ekkert að fara að fjalla Lindsay Lohan eða Kim Kardashian, en það öllum drullu sama. Það sem við ætlum að ræða núna er Keflavík Music Festival. Og nú spyr ég þig, Máni. Ég ætla að byrja því að, sko, það var eitthvað vesenarni í gær. En er þetta ekki ekta Íslendingar? Mér finnst eins og á Twitter og Facebook eins og fólk vilji að þetta klikki og það fyrir rosalega í töðunum mér. Já, ég skil það mjög vel, sko. Það má náttúrulega alveg spyrja sig að því hvort menn hefur verið að, sko, færa stóð mikið í fang. Bara gerum risa festival í Keflavík og gerum þetta svona og verðum með höllina og allt að frétta. Já, það kom mikið að sér. Það kom mikið að sér og þá er eðlilegt að menn gerir mistök, sko. Og ég er nú búinn að, sko, eldri en 2 vetra í þessum bransa, sko, sem ég er nú búinn að reka umbúðskrift og annað og ég var að segja það, sko, ég man ekki eftir einum tónleikahaldara sem hefur ekki einhvern veginn að skítið á sig, sko. Nei. Þar er alveg ég á meðal manna, sko. Já. Og þarna var kannski svona eitthvað ákveðið skipulagsleysi í gangi, menn að gera hlutin í fyrsta skipti og að fer eitthvað úrskeiðis. Það er náttúrulega mjög slæmt ef það búið að semja um ákveðin bönd og ákveðna artista það að fá greitt fyrirfram og það gengur ekki eftir. Það verður 2 tíma seinkun í Reykjaneshöllinni. En er það alltaf að menn fái greitt fyrirfram? Því ég veit nú nokkra bara vini mína sem eiga inni hjá hinum og þessum hér út í bæ. Já, það er ekki til dæmis hægt að greiða gig fyrirfram alltaf. Út af því að við skulum horfa á, sko, miðasala fer í gegnum, sko, Valitor með skilst og fer í gegnum miði.is og þessi aðilar, þeir eru náttúrulega bundið því að þeir halda öllum peningu hjá sér þar til tónleikaháttíðin hefur farið fram. Þannig að, þú veist, þar getur menn reiknað inn að það er búið að selja einhverja 4-5 þúsund miða á þessa hátíð sem er alveg staðfesta tölur og ég er búin að fá staðfest að þeir halda eftir þessu peningum. Þessi peningar er ekki í boði fyrir tónleikahaldarann fyrir en eftir tónleikana. Já, nákvæmlega. Út af því að þeir eru eftir að koma til greiðslu og annað dóttir. En hefðu þá ekki, hefðu ekki hljómsveitar meðliminni sem átti að borga fyrirfram, hefðu ekki bara fengið sér síkó, slakað á og bara hörðu, borgið með bara eftir helgi. Er þetta síkó og pönnuköku eða? Við skulum átta okkur á vandamálið það verður 2 tíma seinkun í höllinni sem þýðir það að það er engi komin á þetta miðsvæði og tjaldsvæðið á þessum tíma sem þeir eru að vera að koma þessum að artistar eru að vera að spila. Menn eru kannski út viðan vögn og menn kannski gerðu mistök og það er kannski helst við Keflavík Music Festival, sko, að haldarna að segja kom ekki fram bara og segja við gerum hérna mistök, þetta klúðraðist og þetta klúðraðist. Það er alveg ljóst, sko, að það er ekki að þetta búið til múasing fyrir því og menn fara heim að borga fyrirfram núna strax, sko, allir, það bara gengur ekki. Nei. Það sem gerist þá, segjum það að Keflavík Music Festival sem er ekki að fara, það verður haldið í kvöld. Ég voru 3.000 mannsandi í Reykjaneshöllinni í gær þegar ég var þarna. Já, það skemmtu sér allir konunglega. Og þeir skemmtu sér konunglega. Málið er... Ég bara heitt til dæmis, mér svo leðalt að mista út í mental, allir sem ég talaði, fannst þetta geggjað. En það kemur hvergi fram eitthvað. Nei, ég segja að, segjum að, þú gerir svona mistök, þá biðstu afsökunar á þeim og annað. Þú reynir að gera gott úr svo reylda þessu. Menn hefur kannski átt að vera búin að ganga frá þessu gagvart artistónum sem voru fyrirfram og þeir hefðu þó allavega í höndinni bankatryggingu. Þannig að þeir hefðu kannski þá mögulega geta spila. Já, en eins og ef, það er hægt að fara í ef og hefði núna. En staðreyndin er samt svo. Ef menn ætla bara að fara að hópa saman og gefast upp, þá er það ekkert að gera okkur kannski geðveitt mikið greiða, sko. Þú veist, við erum að tala um að það eru hljóðfyrirtækin með mikið undir þetta. Það eru artistar með mikið undir þetta. Það eru veitingasölur, það eru alls konar fólk sem er búið að setja fullt í þetta. Og helgin er rétt að byrja, það er föstudagur. Já, sko. Þá erum við ekki að tala um tónleikahaldarna. Heldur við erum bara að tala um venlegt fólk. Það er ekkert gott endilega fyrir músíkbransann, sko. Nei, það klikka, smá hyggst hana, degi 1 af 3. Þá er þetta að gera eitt. Er ekki bara að slaka á, gera það sig og hafa kvöld 2 og 3 fullkomið. Jú. En það sem Íslendingarnir, listamennir. Ekkert listamennir. Já, ég veit, ég sá 2 gæja á Facebook í morgun. Þeir kickstarta þessari umræðu með að segja og hvetja hljómsveiti til að sniðganga Music Festivalið út af því að fyrsta kvöldi fyrir smá fólk. Af hverju sá Facebook status ekki dottið inn á mánudaginn? Af hverju er hann að eyðileggja stemninguna þegar föstlaug eftir? Hefði þessi móðusíki, sem er núna bara alla netmiðla, hefði hún ekki mátt bara vera eftir helgi, skilur? Það er alveg sammála því. Það eru sumir sem bara, ég held þetta sé líka af því að þetta er Grey Óliger sem er að halda þetta, að þá er hann að fá mun meiri skít heldur en að segja með að þú er að halda þetta. En ég ætla að taka eitt fram, sko. Ég hef nú eftir að gera upp mín mál við drengina
og ég vona að það gerist núna bara, þú veist, eftir hátíð að hvernig sem ég ætla að taka eitt fram í dag. Ég búinn að eiga í viðskiptum við þessa menn í svolítið tíma og ég verð að segja það og ætla alveg bara að koma því fram. Ég hef ekki lent í vandræðum og Pálmi sem annar tónleikahaldur en hann og ég díla mest við, ég hef aldrei lent í vandræðum með hann. Hann hefur allavega ensi komið og segir það núna hér á föstudegi klukkan 4. Staðið við allt sem hann hefur sagt við mig gegnum tíðina. Og ég hef enga trú á öðru en að hann standi við þetta líka. En reynsla mín á honum, og hún alveg 3-4 ára reynsla, að hann hefur staðið við það sem hann hefur sagt mér. Það bara það sem ég segi frá mínu sjónvarpi, sko. Ég veit ekkert hvernig aðrir hafa upplifað það. En það börja einu, Máni. Ef að, setjum bara, segjum sem svo, að þetta var nákvæmlega sama staða, þetta er fókast upp í gær, en Óli gerir ekki að halda þetta, Hugleikur að halda þetta. Heldur að netumræðan í dag hefur verið eins. Hugleikur náttúrulega öðruvísi típa. Það líka bara gaman að... Heldur þetta að vera jafn mikil geðsykja á Hugleikur svo Óli gerir? En síðan, ég veit ekki, síðan sko gaman að fara til Keflavíkur. Keflvíkingar og skemmtilegt lið og við vonum bara að það... Ég býð spenntur eftir að hitta vini mín í Puma-sveitinni. Já, vonum að það rætist úr þessu og hvernig fyrir landsleikunni kvöld svona í lokin, Máni áður að sleppa þér? Við erum að fara að finna anleik. Rúrik allar að setja 1 og hann verður vaknað til lífsins núna þetta, ég er búin að finna það á mér sko og síðan setur Aron 1. Það er bara svona þess. Takk hérlega fyrir komuna. Þetta var slúðurpakki dagsins. Við ætlum að fara hér í örstutt skiloboð. Svo ætlum við að tjekka hvernig Brian Ecclepennin hvort það sé að slá í gegni í Florida. Everything's computerized and you're dinosaurs. And I'm going to say something harsh now. Now you're going to say something harsh. FM 957 og Mix ætla að bjóða þér í bíó. Pick, I got it. Þann 10. júní verður sérstök FM 957 forsynning á sumarsmellinum í ár. The Internship. Your intern. Með Owen Wilson og Vince Vaughn. He's so old though. Fylgstu með á FM 957 og þú getur unni miða á þessa frábæru gamanmynd sem kemur þér í skemmtilegt sumarskap. Is a one-night stand considered dating? Vilt þú komast í partí ársins með Axwell úr Swedish House Mafia 31. ágúst næstkomandi? Taktu þátt í Where is the Party leiknum á Carlsberg.is og þú komin í pottinn. Látum ekki ólíka skoðanir okkar stíga okkur sundur. Nýtum þær til þess að komast að upplýstari niðurstöðu í sameiningu. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-ald xnei.is styður þannig boðskap. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Í háskólanum á Bifröst vinnum við saman í litlum hópum, ekki stórum hjörðum. Þannig verða til sterkir einstaklingar, því þú tekur ekki allan dekkin með þér út í lífið. Háskólinn á Bifröst, lítil borg í Borgarfirði. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Stóri dagurinn hjá Happdrætti Háskólans. Aðalútdráttur, milljónaveltan og milljón á mann. Ekki missa af þeim stóra. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 11. júní. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnis. Njóttu sumarsins með Hawaiian Tropic. Spennan magnast, því milljónirnar eru hreinlega í bunkum í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Við á Glow höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. Á föstudagskvöld munu hljómsveitirnar Mammút og Morgan Kane koma fram á tónleikum á Hressó í boði Víking Létting. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og frítt inn. Fylgstu með dagskránni á Hressó fésbókinni. Nú fréttablaðið komið í spjaldtölvuna og snjallsímann þinn. Appið aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store og Google Play. Fréttablaðið, app sem þú þarft. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragði.
Blöndal heiti ég og beint á móti mér situr Egill Einarsson, stundum kallaði tveir harðir. Sættu, já, en við erum hér í miklu stuði, föstu dagur og þú ert að hlusta á FM 95 Blöð, kæri hlustandi, og þakka ég þér fyrir það. Það svoleiðis. Það bara þannig. En hvað, vildur þú tjekka á vinn okkar Brian Ecclepen, þú segja það? Já, ég vil það. Hvað, við getum samt ekki verið með Brian Ecclepen hotn hérna? Jú, það er það sem er að gerast. Okay. Við erum officially með Brian Ecclepen hotni. Já, og fyrir ykkur sem þekki ekki Brian Ecclepen, þá kallaði hann sig Brynja Már hér á Íslandi, er að vinna hér á FM 957 og er fluttuð til Flórida. Frábærstrákur. Haldi hann, living the good life. Já, veistu, ég er bara öfundan, ég verð að veikja. Hann er bara Flórida, chilling, samt að vinna á FM, skilur. Já, ég veit það. Hann er ekki hérna. Ég get ekki verið með FM 957 Blöð og búið bara í Vegas eða? Ná, ekki. Þetta er bara... Það er nákvæmlega sem King Brian Ecclepen er að gera. Já, reyndar. Þú getur bara tekið þetta upp þar og senda þetta heim, þetta er ekkert vandamál. Já. Eina sem er að King Brian Ecclepen alltaf er með aðeins stærri prófíl en þú. Já, reyndar, ég veit ekki. Það er ekkert mál fyrir hann að segja bara, hörðu, hérna gamli, ég ætlaði að fara til Flórida og ég er með þáttið þaðan. Já. Nú veitu, hvernig það virkar ekkert þannig? Það virkar nákvæmlega þannig. Segir Brian Ecclepen þannig? Já, og þá bara það er í vildi búið, sko. Já, ég skilji. En, við tjekkum í síðustu viku, hringdi reyndar bara í eina stúlku og við vorum að tjekka hversu stór prófílinn á Brian Ecclepen er orðin í Flórida. Hann er huge. Nei, hann er nefnilega ekki orðin huge. Já. Ég held að hann sé ekki eins og að spila, sko. Þú getur alltaf fundið einar, þú getur alltaf, ég get ofað því. Þú getur farin í bæ núna, Blöð, og fundið eitthvað pappakar sem veit ekki Bubber. Bubbi Mortens? Já, í Lofari. Þú getur farin okkur bar, hefur reynt í Bubbar hvað? Ok. En ég er komið aðeins lengra með þetta núna. Því að ég veit að hann var að kaupa sér mótuhjól daginn og ég náði að googla hérna bílasölu sem að er í bænum sem hann býr í Flórida. Make the call. Þannig að þeir ættu að vita. Já, þeir vita það 100%. Og ég veit ekki hvort þessi... Ágáður gaman að heyri þeim. Það sem ég fór að vita, var að með stjörnustæðilega þegar hann var að vesla, að haga sér bara svo, veist... Hver Brynjar? Já. Akkur eftir hann er ekki lægi með þau, þetta var hann bara vennilegur. Það er mitt. Og kaupa sér mótuhjól. Hérna, ég veit samt ekki hvort þetta sé akkurat svo bílasala, en þetta er í bænum hans. Þetta er í bænum hans. Ég hlakka mikið til að heyra bara hvernig var hann. Hvernig heldur hann að vera, Egill? Ég veist hvernig sem að stórstjörnur eru í Blondale. Minna, þú veist, svo Tom Cruise, skilur, þá má enginn horfa í augun á honum sem er að vinna með honum í bíómyndum, hann var rekinn. Já, finnst þér ekki líklegt að Brynja Már sem byrjar að haga sig þannig í Flórida núna? Já, ég bara segja, ég veit það ekki, ég er bara að spyrja gæðina þig, skilur. Kanski ég segi gæðin bara að Brian Ecclepen mætti hérna með þvíleika stæla og... Good morning, thank you for calling Spanos Motors. This is Tracy, how may I direct your call? Hello, Tracy. Hi. My name is Öden Blondell, and beside me is my friend Egil Einarsson. Hello there, Tracy. Nice to know you. Hi, how are you? Hi, we are good. We are calling from Iceland. Oh, my goodness. Yeah. Well, hello. Hello. Welcome. I guess. Yeah. We were wondering, are you selling cars and motorcycles? You know, I don't believe that we have motorcycles here, no. Yeah, you only have cars. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. We may get the occasional motorcycle. I'm not aware of that, though. No, it's mostly cars, I believe. Yeah, okay. Mostly cars. Yeah. Han kefti sig bíl daginn líka. We're just wondering, Crazy, because what we are curious about is we believe that Brian Ecclepen has entered your store the other day. Okay. Just out of curiosity, how big of an impact had Brian Ecclepen on your store? How big of an impact was he on our store? Yeah, Brian Ecclepen, because it's, how was it to have Brian Ecclepen, in your facilities? I am so sorry, but I don't know who that is. Okay, but samt býr hún í sama bæ og hann og allt. Okay, so you don't know the musician Brian Ecclepen, formerly known as BMV. He's a hot musician? I don't. That's so weird. I don't know if I was here. No. And I'm sorry if I missed him. No. His profile is growing, so if you don't know him by now, you're gonna know him. I promise you that. I promise you that. Because we know he has already bought a car and a motorcycle in Florida. Oh, okay. Yeah, a car and a motorcycle. That's how he rolls. Yeah, he rolls like that. Do you know when he came in, if he spoke to a particular salesman? No, it's they probably don't know him either. I'm betting my friend here that his profile isn't that big right now. Is he a handsome young man? Oh, yeah, yes, he is. He's a good-looking boy. Yeah. Yeah, very handsome. He's a terrific DJ and one hell of a musician. Yeah.
Wonderful. He's Well, that- I wish I would have met Yeah, him, he's that- but he's that kind I of don't a- recall that. Yeah, he's that kind of a guy. You meet him once, you never forget him. Yeah. Okay, thank you, Tracy, and you have a wonderful day. Okay. Thank you. Have a wonderful day too. Thank you. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Hvað, hann voru að tala við bílasölus. Ég veit ekki hvernig þið tekst að finna þessar hræður sem þekki ekki Brian Ecclepen. Nei, sko, hún vildi þekkja hann. Maður heyrði það alveg. Já, Þetta var, þú veist, þetta svona manneskja sem er eins og blöð, myndi taka myndir af sér og hún myndi heita eitthvað frægan, sko. Hún var bara, misti af honum. Við vorum næstu búin að ljúga að henni að hann væri actually orðin stórt nafn. Fannst þér ekki svona kannast smá við hann? Nei. Ekki? Nei, ekki neitt. Þetta var Brian Ecclepen, hotnið okkar og, já, hann verðist ekki yfir að búin að ná einhverjum fanbase að í Florida eins og allavega. Þú er ekki hugmynduð það? Nei, hvað þurfum að hringja bara síndulegis? Já, við erum búin að hringja ykkur 2 og 3, slakað á. Það er til ég að heyra þetta lag. Live. Já, þetta er Tiny Tempa, hann er hún bara helviti stóri í tónlistefnum. Hún er að gefa hann það. Hann er growing. Stýttist hér í sturlaðar staðrendir og B.B. King já, Brjátbryggi verður á línunni á eftir. Stuðlagið. Það er alltaf að gerast. Þetta, ég lofi ykkur því, kæru hlustendur, að þetta verður veistla frá 4 til 6. Það er bara nákvæmlega hannig. En nú ætlum við dagskóliðinn sem er glænýr hjá okkur félagunum. Hvað er það? Sér ekkert nýtt við kallinn. Sér ekkert nýtt við kallinn. Heitir dagskóliður það? Já, þú voru með henni síðast líka. Já, sem sagt, og ég á að taka eftir einhverju nýju farið þínu. Já. Hvað var áttu síðast? Þú varst búinn að setja ykkur á strípur í þig. Ég meina, hvað á ég að segja? Þetta er svo astnælegu leikur. Hvað, er þetta eitthvað að þú hafi stekkað eða eitthvað svoleiðis eða? Ég er búinn að vera niðurskurðið en þú veist það alveg. Niðurskurðið? Já, þú ert ekki að stekka? Nei, stekkar ekki niðurskurðið, sko. Já, ég er þetta að sé eitt nýtt kallinn út með ból á enninu. Æ, vá, hörru, ég er mannlegur, sko. Já, ég meina það er eitthvað nýtt. Þetta er ekki nýtt, þetta er ekki, sér ekkert nýtt við kallinn, ég lægi með því, eða? En hún var ekki alltaf síðast að þetta. Þetta er ekki sem er nýtt við kallinn. Allt niður þig. Rífa í gangi þessu dagskólu. Án grín, sko. En er það ekki eitthvað nýtt? Nei, Hún var ekki hérna fyrir viku. Áfram, haldt áfram. Ok, sér eitthvað nýtt við kallinn. Varst það að finna á þér augabrúnina eða? Nei, hvað er ekki lægi með þig? Finna á mér augabrúnina. Já, veist það ekki líklegt? Hefur alltaf, það eru svo vágátt með lítið að hárum. Eða svona bara svona þunnar augabrún. Skýtt ekki í þig. Ég hef ekki tekið eftir það. Þetta tælja augabrúnum, það er ekki lægi með þig. Byrju, erum við ekki dagskóliðinu með eitthvað nýttu kallinu? Jó, bara ömurlegur í honum. Þá hlýtti ég að þurfa að horfa á þetta ógeðslega fyrir. Þetta var stuttur og þægilegu dagskóli. Allt niður þig. Eina sem ég sé nýttu kallinu út með bólu. Hvað varst í ljósum með það? Hvað varst að gera? Ég bara, getið fengið Reynipetur inn í hennar dagskólið? Þetta er svo vitlaus þessi dagskóliður. Hvað er nýttu þið? Strípurnar, maður. Sam og síðast? Nei, það var bara phase 1 síðast, það var mjög lítið síðast. Ok, þannig að þessi dagskóliður gengur basically út á það. Ég á alltaf að taka eftir þessu búin að bæti strípurna henn og hverju meinast að fyrstu degi það. Hjæltum við að taka eftir því nú? Úf, hvað þetta er daburt maður. Nú erum við vel ljósættur, sko. Nei, þetta er ekkert ljósættur. Nú hvað þá? Er það? Mér stóð ekkert með það mikið að strípum. Ég lifi eftir mottóun auðun. Þetta er hár og það vex. Það er eina að vera leðilega núna. Nei. Það býði eftir einu höggið það. Nei, ég lifi eftir þessu. Þetta er hár og það vex. Eina sem er svo leðilegt, maður sér ekki strípurna fyrir bólunni. Það er dreftur. Málega, sko, ég ger á til auðun. Hvað heitir hún? Sko, ég ger á til. Er hún með sín eigin kennutölu? Það segja hvað ég ger á til. Hvað? Ég hendi á til í eina bólu, veistu af hverju? Til að sína fólki hann úti, hörru, hann er mannlegur, ekki sem. Hann er með bólu eins og allir aðrir. Skilur þú hvað koncept þetta er, eða? Já, ég er mjög þakkláttur fyrir það. Sér eitthvað nýtt um mig? Já, maður til raka þig helst, bara í gær, sko. Er það ekki að fíla... Svo villimaður. Er það ekki að fíla skeggi? Bara eins og hérna, ykkur villimaður. Sér ekki þrefaldan ökla? Já, snérið þig. Já. Það er endi ég var að viðurkenna það. Það gladdi mig. Akkur? Bara, ég sá þess að kúlu og hann hugsaði með mér, ok, hann verður að slaka á rættin sig þegar ég verð skapnan en þú í sumar. Þetta gefur mér the competitive edge. Þetta bara segir allt um þig, Egill. Þið finnst gott að vinuðið meiði sig svo að þú sett köttarinn hann í sumar. Skýtt ekki í þau, ekki svo að missa löppuðun. Snérið þig. Þetta er ekki hægt, sko. Þetta eru þakkinnar. Við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð, svo er það sturlaðar staðreyndir og Brjátbryggi. Við ætlum að hringja hann. FM 957, skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna. Glænýja mynd í 70 bíó. Zombies. Hörkuspennandi og alls ekki fyrir viðkvæma. Þorir þú? Bönnuð innan 12 ára. Myndin verður frumsýnd laugardaginn 8. júní. Nokkrum hefnum FM 957 hlustendum gefst tækifæri til að vera fyrstir til að sjá Zombies. Fylgstu með á FM í vikunni og við getum búið þér að vera með þeim fyrstu til að sjá myndina. FM 957, skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi í zombie feeling.
Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Framkoma Gus Gus, Páll Óskar, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Stuðmenn, Bubbi Mortens, Eyþór Ingi, Jónas Sigursson og ritvélar framtíðarinnar, Sálin, Helgi Björns og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Í tilefni af þjóðhátíðardegi Svía bjóðum við ykkur á IKEA Festival alla helgina. Ókeypis morgunmatur milli 9 og 11. Skemmtiatriði, grillaðar pilsur og gos. Fullt af fjöri fyrir krakkana, frábær tilboð á sumarhúsgögnum og margt fleira. Skoðaðu dagskrána á ikea.is. Hlökkum til að sjá ykkur. IKEA. Hamborgarafabrikan fæst í Hagkaup. Nýjasta sósan frá Hamborgarafabrikunni er Bó-sósan. Ómótstæðileg sósa, hönnuð af Bó fyrir Hamborgarafabrikuna. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. 3 GB og 3000 SMS á mánuði fylgja öllum snjallpökkum í sumar. Vert í sterkara sambandi. Síminn. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. The lack of money is the root of all evil. Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smála. Ekkert stórmál. Jafnartölur, oddatölur, heilartölur. Við elskum þær allar. Með tölu leiðu þér smá lottó. Hvað væri það fyrsta sem að Jóhannes Haukur myndi gera þegar hann kæmi til Las Vegas? Sverrir Þór Sverrisson stýri glænýjum skemmtiþætti fyrir alla fjölskylduna á Stöð 2 í sumar. Besta svarið hefst 14. júní. Stöð 2 í leiktirandi háskerpu. Stærsti sportbar Hafnarfjarðars opnar í dag. Yfir 3000 stöðvar og allir íþróttaviðburðir. Heiðar Austmann og Rikki G. föstudagskvöld og Alexander Aron og Guðmann Svins trúbast laugardagskvöld. All in sportbar. Stakkarhrauni 1. Þetta kallar á Karlsberg. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 2 harðir í FM 95 Blö. Make love, don't fight. Let's hook tonight. Make love, don't fight. Let's hook tonight. Hlusta á FM 95 Blö. Það er föstudagurinn 7. júní og klokkan er 16:42 og ég og Auðun Blöndal, við höfum aldrei verið betri. Nei, við erum í fantafíling. Það er nákvæmlega þannig. Og við erum að fara í... Þetta hallast þetta. Let's hook tonight. Það er alltaf. Já, Pitbull. Já, mista eitthvað skrítið við þetta. Mista mjög töff. Við erum að fara í sturlaðar facts, eða ekki? Sturlaðar staðreyndir. Jú, þú getur ekki klárað eina setninga á þess að hendin ensku slettu. Ég elska hansku. Já, það fyrir ekki að fara fram hér neinu sem hlustar á þennan þátt. Það er samt rétt þér, Egill, ég ránaði með þú ert með puttan á pólsunum núna. Það er komið að sturluðum staðrendum. Já. Svo ætlaðum við að heyra í Brjánsanum. Brjátbryggi verður hér á línunum eftir. BB King. En ertu tilbúin í sturlaðar staðrendir? Já, ég er tilbúin. Já, þá ætlum ég að byrja. Fólk sem kann að dansa er með hærra sjálfstraust og er bjartsýnna að eðlisfari. Já. Þetta meikar alveg sens. Það hjálpa sjálfstraustunni að vera góðu dansari. Já, nema að þú veist, þú bara sért svalega inn á barnum, skilur. Bara ert á barnum, aðra höndun á barnum og með G.O.T. Svo Arna Gunnlaugs, sér aldrei Arna Gunnlaugs svo trúð á B5 dansandi, sko. Nei, en samt með bullandi sjálfstraust. Já, ég meina, sér Arna Gunnlaugs og labbaði inn á Austurlannis. Manstu þegar Arna Gunnlaugs labbaði inn á Lemon þú með beinna þar? Já, ég aldrei séð svona einn labb. Jesus, maður. Þetta var slow-mo labb og kom lag allt í hennu bara. Það var líka eins og hann væri búinn að tala við DJ-in inn á Lemon, búinn að segja honum að hann væri að detta hann inn. Já. Það var fáránlegt. Og segir svo sko, tók sér dæmi, Sverrir Bergmann, mjög góð vinnur okkar. Þegar hann er að jamma. Hann dettur í trúðun. Já, málið er, þá er hann bara svo trúður. Og hann er rennandi blautur og svita. Hann er sveittur. Hann er mjög góður að dansa. Já, mjög góður að dansa, en ef maður snertir hann verður maður blautur. Arna Gunnlaugs. Er það snertan á döminu? Ef ég rekst í hann. Þá bara ég honum blautur, skilur. Það er ekki alveg nú sexy, málið er. Arna Gunnlaugs, hann er bara barnum. Það er bara með trefin þessa inni. Hann er bara þar
og þú tekur sopa og bara svona horfir yfir salin. Ég sá hann daginn, það var fínt veður, það er náttúrulega komið sumar og 12 stegi hitti eða eitthvað, með trefil inni. Ég hugsaði með mér, hvað er hann að gera með trefil? Just a tiny little thing called fashion. Já, flestir eru astalegir með trefil. Arnar Gunnlaugs, þetta lukkar mjög vel. Arnar Gunnlaugs geti pullað að fara hann í bæ bara á bleiu. Já. Það myndi hugsa með sér. Wow. Hann var sannsvalur. Töff. Næsta, fólk heldur að þú sett full út í það ef þú þegir í kringu það. Sturlu staðreynd og það er svolítið til í þessu. Já. Ef maður er í kringum með eitthvað og hann talar ekkert. Þá er hann í fílu, það bara hann. Nefn að sé mikið að gera og hann er mikið að gera og hann er hugsa um það. Já, það er þetta líka. Þannig að við erum í lunch. Já, ég er ekkert alltaf í fílu þó ég sé ekki að tala. Nei, kannski ég, þú og segir bara Hugi og Hjöppi og svo erum við í lunch. Og þú ert mjög silent. Þá hugsaðu, ok, Bob er í fílu. Svo hugsaðu, akkur er hann í fílu. Og það er ég að hugsa það. En síðan ekki sem að brjála að gera það. Þú ert þetta líka stundum þögull að því þú ert alltaf í símóniðinu. Bara á kafi í honum. Þá er ég kannski bara að checka okkur drasli. Hvaða drasl? Það er eitthvað Twitter eða eitthvað. Skýt ekki því. Ok, höldum áfram. Skýt ekki sjálfur í því. Þykjum næsta, ef þú lendir í, já þetta er gott maður, ef þú lendir í krókodíl, segjum bara, hei þú ert að rölta, þú ert að lappa Florida, að leita Brian Eckelpren. Nei, ræðstöðu krókodíl, sko að gera við hann, póti í auga á hann. Sturlu staðrind. Já, en ef hann bara grípur í hausin á þér og rýfur hann á þér á sekundarbúti, ætlar að póti í auga hann á það? Nei, væntalega ekki, ég er að tala um að þú lendir í slagsmáli við krókodíl. Málið er, það er alltaf lendir slagsmáli við þessar krókodíl á Florida. Þeir eru 1 meter og litlir. En sko, byttu fyrir þeir og fællir Ástralíu og lendir í að saltwater crocodile sem er 10 metrar. Það er ekki að vera poti í auga á honum, ég lofa það því. Þú orðin einhver dýralífsfræðingur. Það er ekki bara lofa ekki að vera poti í auga á honum, sko. Já, þú gæti lendi í einhverju slagsmáli við hann og áður en hann getu þig, þá gætur þú kannski reynt að berja auga hann. Nei, glemdu þið bara. Ef þú lendir í að saltwater crocodile, sko, mikill munur á alligator sem þú finnir í Florida og saltwater crocodile í Ástralíu. Það er bara hægt sem munurinn á hænu og snák. Finnst þið svona töff að segja saltwater crocodile eða? Hvað segja, saltvatnskrókodíll? Nei, bara að segja þetta 4 sinnum með það, svo verður að læra þetta orð, en það er ekki að poti í auga á honum með það. Reyndu það bara, ég ætla að sjá það reyna, ángríns. Já, ég skal reyna það, ég lenda ekkert með í þessu. Hér kemur einn sem er barnalega en einhvað síður fyndinn og staðrind. Ef þú steikir raskatið á belju, þá farðu teygju. Bara, þú getur sagt teygjutunum seðlabúntið. Það finnst þú segir raskat. Það þarf ég að hlæja, það þarf ekki meira á mig. Það þarf ekki mikið til að glæðja þig. Svo er hér næsta sem að ég hefði mjög gaman að því að þetta var eina af mínum uppáhaldsmyndum í æsku. Toy Story, bíómyndin, veistu hvað hann átti að heita? Nei. Toys in the Hood. Alveg svo Boys in the Hood. Toys in the Hood. Cuba Gooding Jr. og Lawrence Fishburne, stórkostleg mynd. Það er svona helmingi betra nafn en Toy Story. Já, Toys in the Hood. Og hann átti að heita Toys in the Hood. Gæði sem ákvað að hafa það ekki skeit, sko. Já. Toys in the Hood. Toys in the Hood og Boys in the Hood. Hefur þið séð Boys in the Hood? Já, langt síðan. Já, geggjum maður. Svo er það, já, fyrir ykkur sem hafa ekki séð þá myndi ég reyna að finna hana með Lawrence Fishburne og Cuba Gooding Jr. Með þeim betri. Svo er það hér, pör sem fara mikið út að labba saman, styrkja sambönd sín og endast lengur saman. Já, göngutúrarnir. Göngutúrarnir, þannig að ef það er eitthvað ástfangi par í bílnu núna, kannski á rauðu ljósi, þá hugsa ég, hvernig getur við styrkt sambandi? Farið meira að labba. Bara út í göngutúr. Já. Lappið ykkur í mikið saman? Nei, ég er, sko, förum að séu göngutúruna. Málið er að Gilsarinn æfir í 2,5 til 3 tíma á hverjum degi og hendur mér á stigavalinn í hálftíma. Þá er ég ekki alveg nenn á göngutúrnum, sko. Nei, ég elska sann góða göngutúr, sko. Við höfum oft gert það, sko. Akkurat. Það eru svo næsta. Sniglar geta sofið í 3 ár. Þannig að það er ekkert verið að leggja sig það. Nei. Spáði fara að sofa og eitthvað svona bara vakna, herru Kitty, misti ég einhverju? Já, það kom ný ríkisstjórn, það er við fórum að HM í fótbolta. Sniglar eru hundleiðileg dýr. Já, bara hundleiðilegir. Labba hægt, sofa lengi. Hundleiðileg? Hvað? Bara leiðilegir. Það varst að vera með eitthvað disko þannig? Nei, bara sum dýr eru skemmtileg, sniglar eru leiðilegir. Hvað er uppáhaldsdýrið þitt? Hvað dýr er skemmtilegt? Hvað dýr er skemmtilegt? Já, finnst það sniglar eru svona leiðilegir? Mér finnst til dæmis margir hundar mjög skemmtilegir. Ok. Og margir páfagaugar. Páfagaugar? Hitt Páfagaugars Kolb eða? Já, sá er orðin þreyttur maður. Hann hattar þig bara. Nei, bara hundar. Hann er mjög skemmtilegur mig. Nei, hann er bara ekki skemmtilegur neitt. Það var gaman að þessu svona fyrstu 2 árin. Allir komum hundlega þessum páfagaug. Það eru 2 eftir. 56% fólks brýtur saman nærfötin sín. Sturlu staðrind. Já, þú ert 100% í. Nei, ég hendi bara hann skúfi. En þú, ert það að brjóta það saman? Nei, ég hendi því. Ég krumpaði ekkert á hendi því, skilur. Nei, ég er ekki að tala um það. Ég legg það bara svona smekklega. Ég seti ekkert að
Ég get að brjóta þetta saman. Slaka á. En meina hvað, ertu að brjóta saman G-streng? Ertu að taka hann svona... Ég gengi ekki G-strenguðum. Nei, ég er að tala konur, Egill. Já, ég er bara... Þú ert ekki einn í heiminum, sko? Ég er í boxer, sko. Já, til hann. Já, reyndar G-streng. Ég við ekki hérna, kallkinn svona G-streng. Það er flipgjöf, sko. Nei. Víst. Það var engin flipgjöf. Hvað, ég fari bara hagkaup til að fá kallkins G-streng. Leina þig. Já, ef einhver vinur minn myndi gera það. Svo er það síðasta og já, hún er áhugaverð líka. Ef þú sleikir olbóðan á einhverjum sem er ekki að fylgjast með þér, þá finnur viðkomandi ekki fyrir því. Það er rosalegt. Hvað er nú að lauma þér hérna aftan á mér? Sleiktir olbóðan, ég ætla að sjá hvað þið finna það. Ég er feskur. Tjekka það, ég ætla að sjá hvað þið finna það. Ég er ekki erfinlega, þetta er ógirnilegt olbóð sem ég sé. Hvað er svona? Nei, ég er bara ekki að segja ógirnilegt olbóð. Það er mér persónulega skoðan. Ég myndi frekar sleikja olbóðan á górilu, í álfurinni. Hvað þú tjekka það, hvað þið finnir fyrir? Mér langar ekki að sleikja hann. Æja, ok. Þetta voru sturlaðar staðreyndir. Hvað stóð upp úr, Egill? Hver var best? Ég er bara búin að gleyma flest öllum, sko. Já, mér finnst best þegar þið lendið í krokodíl. Já, þú ætlar að póta auga á hann. Ég hlakka mikið að sjá það. Það verður free comedy. Ég hlakka til að sjá það. Ég er ekkert að fara að hitta krokodíl. Ég er bara að segja að þú myndir lendi í því. Ef ég lendi í honum, þá veit ég hvað ég að gera allavega. Morgan Kane, Mojo Boutique, Resort City og Scarlett munu koma fram á Gamla Gauknum föstudaginn 7. júní. Húsið opnar klukkan 21 en fyrsta band á svið klukkan 22. Bara 500 kall inn og rennur allur ágóði til uppbyggilegra málefna. Hús-DJinn sér svo taktinn til lokunar. Trillt tilboð á barnum. Í tilefni af þjóðhátíðardegi Svía bjóðum við ykkur á IKEA Festival alla helgina. Ókeypis morgunmatur milli 9 og 11. Skemmtiatriði, grillaðar pilsur og gos. Fullt af fjöri fyrir krakkana, frábær tilboð á sumarhúsgögnum og margt fleira. Skoðaðu dagskrána á ikea.is. Hlökkum til að sjá ykkur. IKEA. Í háskólanum á Bifröst vinnum við saman í litlum hópum, ekki stórum hjörðum. Þannig verða til sterkir einstaklingar, því þú tekur ekki allan dekkin með þér út í lífið. Háskólinn á Bifröst, lítil borg í Borgarfirði. Teknistofnun? Já, halló, er ég næst besti trommari í Íslands? Þið gerir mælingar á þessu, eða ekki? Sumardrykkurinn Mix-Up gerir þig bestan í ómælanlegum hlutum. Milljónir, milljónir. Ó já, það er gott að búa í Lottólandi. Lifðu þér smá lottó. Ein búð, eitt merki getur bjargað sumrinu. Það eina sem þú þarft að muna er Púkinn 101, Laugavegi 86. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í júní. 40% afsláttur af bílaþvotti hjá Splass, 15% afslátt af vörum hjá Mikkelsen og 10% afslátt alla daga hjá 1011. Kynntu þið þessi og fleiri spennandi vildartilboð nánar inni á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. Where is the party? Með Carlsberg í Svíþjóð 31. ágúst. Skráðu þig til leiks á carlsberg.is og þú getur boðið 3 aðilum með þér í partí ársins í Svíþjóð. 31. ágúst með öllu inniföldu. Þetta kallar á Carlsberg. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið er að hlusta hér á 2 harða á FM 95 blöð. Það var ekki við sem föttum upp á þessu nafni, þetta er vist bara sem fólk kallar okkur. 2 harðir. Þannig var þetta til. Já. Þannig var þetta, við byggum þetta ekki til. Nei, við vorum bara röllum göttuna og bara, 2 harðir og við hugsaum, skemmtilegt. En nú er ég brjálaður. Ákveð ertu brjálaður, Egill? Út af því ég var að vísa á hann. Þú ert alltaf brjálaður, hvað var það ég held þú værir að happy camper alltaf. Ég er mjög ánægður, en síðan sá ég eitt á hann skilum brjálaðan. Hvað gerði þið brjálaðan? Ég sá á vísi að þú ætti að láta Pétur Jóhann tala dónalega við þig. Akkur var ég aldrei að gera eitthvað svoleiðis? Akkur gerir það þig brjálaðan? Út af ég fæ aldrei að gera það svoleiðis. Nei, þetta er líka akkurat ástæðan þú færð ekki að gera eitthvað svoleiðis því að þið langar til þess. Já, ég meina, þú veist. Já, þú veist. Þú ert brjálaður að því þú færð ekki að tala dónalega við mig. Já, þetta er gott koncept og, þú veist. Pétur var þetta mjög lélugur í þessu. Hann hefur aldrei talað dónalega á æfisenni, sko. Hann var bara að spyrja hvort hann mætti sjúa mig gerð til eitthvað svona sem var eiginlega bara hró, sko. Já.
Hann var ekkert að standa sig í þessu. Nei, það nú reyndar eitthvað sem segir mér að þetta ekkert í fyrsta sinn sem þú myndir tala dónalega, sko. Það aður. Pervertið sem þú ert. Já, þú ert nú bara að segja hérna því langið til að tala dónalega. Nei, þetta bara skemmtilega dagskáliður. Þetta ekki dagskáliður. Ég myndi tala dónalega við þig. Ef þú myndi segja mig, Egill, nú erum við að fara í dagskáliðin, þú tala dónalega við mig. Og kannski þú dónalega við mig. Þá myndi ég vilja tala á ensku. Mér finnst kjánalegt að dónalega á íslensku. Það endar sko annarkveð maður sem ég hitti spyr mér nú hvort að þú getur ekki fara að tala íslensku í sem þætti hérna á föstudögum. Þannig að það kemur ekkert óvart að þú viljir tala dónalega á ensku. Ég er að hugsa our foreign fans. Já, ég er alltaf í geminu og þú rekst þig okkur hel massa póluvera og segir I like your radio show. Og ég ætla bara, eða ekki? Ekki feskur? Yes, I like. Þetta borat bara hann í ræktinu. Því að þeir skilja okkur félagar. Geta ekki hlusta á það hérna. En okkur myndir vilja tala með dónalega á ensku fyrir eitthvað en íslensku? Það bara hvað, þú veist, það er eitthvað meira sexy við það. Já, ok, þannig að þú, ef við förum í þetta núna, þá ert þú að fara að gera þetta því þið finnst þetta sexy. Nei, bara, þú veist. Ég gerði þetta með Pétra því þið vissi þetta er krútlegt og fyndi. Ég er bara hrættur. Út af því við eigum alltaf our sexual past, jú þú. Eigum við? Já. Nei. Þú ert í beinu, lærður að hætta það, er ekki lægir með? Þú ert ekki að fela hluti fyrir hlustunum. Ég hef aldrei valið hlutir í hlustunum. Við eigum our sexual past. Og nú, hvað er ósköpunum með það? Í ameríska draumnum þú labbaðir allsber upp í rúmtími. Egil, hættu þessu, byrjaði ekki einu sinni enn á þessu kjaftaði. Ég var að labba í svefni og ég var ekkert að labba til þín. Á limnum. Egil, hættu þessu maður. Þú labbaðir upp í rúmtími, þetta er að fact. Ég labbaði ekki allsbyttið þínu. Hætt að segja að við eigum að sexual past hérna í útvarpinu. Þú veist, móðu mín og systur mín að hlusta hérna og getur fara að trúa þetta. Já, ég bara að segja. Og málið er, ef ég hefði ekki vaknað, Guð minn almáttugur, segja ég nú bara. Þannig að hérna... Egil, þú ert búin að íkja þessa sögu svo rosalega að það er ótrúlegt. Ég veit sem betur fyrir, það veit fólk að núti hvað þú ert vitlaus, að það trúið þér ekki núna, sko. Ég hef oft verið íkja hluti, en þetta er eina sagan sem ég ekki íkt neitt. Æ, mitt, akkurat bara þessi eina saga. Og þannig að þess vegna var tilvæglega við fyrir minna leik. Talað þú líka við mig og gerum þetta bara? Mér langar, þetta var bara eitthvað svona, mér finnst að láta Pétur gera þetta því hann er svona lítill krúttlegu bangsi. Hann sat ekki hérna bara graður í þetta, sko. Á ég hérna ímynda mér, ég og þú séum bara Megan Love, það konceptið. Ég er bara að spurja, ég er að skilja leikir. Nei, þetta var bara að því að, veist, ef þú væri leikari og við erum að leika í leikriti og þú fengir bara hérna að improvise, eins og að segja í Bandaríkjunum og við verðum að sofa saman. Hvað hérna, ég vill eiginlega ekki heyra hvað þú vilt segja ef ég var alveg hreinskilinni. Ég veit það ekki, ég myndi svona bara... Ég þarf að setja mig í the groove, skilur. Ég ímynda mér að ég sé einn lög af þér og við séum bara tveir hérna... En þú varst að segja að þú ert nú strax búin að ákveða það að þú ætlar að tala á ensku. Já. Það er bara, veist, ok. Hvernig byrjaðu þessu? Hittur þú eitthvað tónlist undir eða eitthvað? Nei. Það er ekki bara gaman að fá eitthvað hérna, eitthvað með Michael Bolton til dæmis. Ertu með hann undir þegar þú ert að stunda kynlíf? Nei, bara ég að segja það, bara cozy. Já, við búum ekki svo vel hérna í stúdíónu. Ok, sko hérna, ég myndi einhvern veginn byrja svona bara... Ok, Blondell. That's what's going on. Ég veist að þetta er bara ekki jafn grútlegt með þér, ég verð að viðurkenna. Ég er að byrja þetta með rólega. Hvað sagðir þú? Ok, Blondell, this is what's going on. Já, er það ekki eitthvað? Og þá myndið þú náttúrulega taka undir og segja eitthvað, yeah, it's going on, eitthvað, þú veist. Og ég myndi halda hún að vinna með þetta. Ég myndi minna mig ekki með, you like that, Blondell, you like that. Hvísla svona í eiraður. Hvernig fer þetta í þér? Ég er bara viðbjóðslega. Já, ég er bara hálf frosinn. Og sér myndi ég líklega, ég er að hugsa upp átt, kannski eftir kannski 2-3 lög, við erum bara 12-15 mínútur búin á okkur félagunum, þá myndi ég líklega fara að kæra tempóðum aðeins mér upp og líklega fara að henda mér í you like that, you bald piece of shit. Er það ekki? You like that, you bald piece of shit. Myndi það ekki gera neitt fyrir það? Það myndi ekki gera neitt fyrir mig. Ég lofa þér. Nei, mér líður illa hérna. Ok, ég bara, þetta er svona... Já, ok. Er þessi leikur bara búinn? Já, ég myndi rífa í hnakkadrampinu á þér og segja þetta sem þú vilt, þarna stera kökkulliðin. Og þá myndi ég svara, yeah, I like that you bald piece. Já, herru, þetta er komið gott. Við skulum bara... Nei, Nýtt dagskólaður okkur fylgur. Já, þetta er bara sko... Munurinn á þér og Pétri, það er alveg... Hann er ótrúlegur. Pétur bara átti ótrúlega erfitt með þetta og gæti ekki tala um þetta. Þú vildir þetta. Við skulum segja þetta gott. Ég er að tala dónalega í FM 95 blöð.
FM 95 Blö, Auðun Blöndal og Egill Einarsson í Fanta Feeling hér þennan föstudaginn. Allt að gerast eins og þú sagðir hann. Já, þetta bara yndislegu dagur og yndislegt sumar og... Yndislegt sumar, segir hann, en já, ég var að spája að hringja núna í, góðan vin, eða gamlan vin. Ok, hvað? Brjálnbrega. Yes, B.B. King. B.B. King, Brjálnbregi, ég hef ekki heyrt í honum lengi. Nei, líka hvernig legt sumar í B.B. King? Já, og ég heyri allt og lítið í honum þessar dagana, þannig ég var að spája að hringja bara í kallanum. Já, heyrðu bara í honum. Já, tjekka hvort það sé bara á landsleikinn og eitthvað. Vonandi svarar hann. Já, vonandi sé ekki of upptekinn, sjá. Það er mikið að gera í honum. Já, það er hellingur að gera í honum þessar dagana, mikið að skemmta á. Halló! Brjálnbregi? Já. Hvað segirðu, gamli? Bless, er þetta ötti? Já. Heyrðu hvað ég er að gera? Ég er búið til ókjæstig. Er ekki föstudagur? Já. Það er Gilsari með mig. Gilsari! Blessaður, gamli, sællertu. Gilsari! Já. Gils! Já, blessaður. Manstu þú varst í hérna hljómsveitinni? Næstættarsklubb? Já, það er í móðu en ég man eftir einhverju. Ég var hérna á hestamóndinu, þegar þú varst. Hestamóndinu? Það var helvítið nett. Þegar þið voru grítir? Hvernig fannst þið það, Kim? Nei, ég fílaði hann við bótt. Já, ég ánægði með þig. Það er partí hansi. Hörðu, hann er bara í tölvunni? Broddi, vinur minn er alltaf rosalega partí hansi maður. Já, það er meistari. Ég var að koma inn, ég var að viðra tíkina. Já. Það segi ég gerði aldrei neitt með sér, þannig að ég fór bara með hann út í búð, kemti sík og kom heim áttur. Ekki spyrja hann. Þannig ég er búin að viðra hana. Já, einmitt, frábært. Ekki spyrja hvað tíkina. Gilsari! Já. Ég er með nýtt í stand-upinu mínu núna. Ok. Hafði einhvern tímann hugsað lagið Hafið bláa hafi og hugsað nakta gellu fyrir framann ykkur. Ekki að skauta byr, bauðs mér aldrei fyrr. Bruna þú nú bátur minn. Já, ég hef ekki mikið verið að pæla. Það er pælt í þessu? Nei, ég var að... Ég með djöfustandinu. Já, þetta lítur að vera að gera frábæra hluti. Heyrðu, hérna, Öddi, ég meina spurningu fyrir þig. Hvað er með hana? Því að þú ert alltaf að vera meira og meira meistari. Já. Ég var að skrifa niður meistaraflæði og þú ert hástökkvar í vikunar. Hvaða sæti er komin í? Færður 253. sæti í 239. En líklega til vinsælda. Heyrðu, ég var að pæla í einu. Ertu hommi í búri? Er ég hommi í búri? Nei, það er ekki. Ok, herru Gilsari, ætlar að hringja fyrir mig í lögregluna og láta vita að það gengur hommi lausum daginn. Það er að setja hann í búri sér. Hvað þetta burt maður? Það er pakkaðið saman. Já, pakkaðið mig saman hana. Þetta var róttök. Wow. Gilsari, ætlar að hringja í lögguna fyrir mig. Það gengur hommi laus. Þetta er alveg frábært, já. Ég verði að fara að fá hann í búrið. Það er að fá hann homma sem fyrst í búrið. Það er ekki gengur laus. En svo segir þú að mér sýtla með homma. Mér er ekki sýtla með homma. Þeir láta kettlingarna vera á meðan. Já, einmitt. Frábært, við skiljum. Góð helgi framöndan. Er það málið? Broddi er komin í vinnu sem hún er með eitthvað 280 skall á mánuði. Þannig að núna er bara að djamma þetta helgar. Ég kalla þetta 4G helgi. 4G helgi? Grill, gróls, gellur og grills, gróls, gellur og góða græjur. 4G, þetta verður 4G. Frábært. Og ég segi stundum, en Öddi, helgarni og honum er áfla bara 3G. Allir þessi G nema gellur. Já, akkurat. Það svo góður þér, þetta var róttök. Þú ert eins og Æsland í Engjarnum, þú lokar aldrei. Já. Ég er að pakka þið saman, Öddi minn. Já, ég heyri það. Ég fór í Æslandum daginn og eitti Jónis í bónus. Já. Ég var einu sem að vinna hjá honum. Já, ok, gemur. Hann rak mig. Já. Af því að ég var alltaf að grínast og hann sagði alltaf að ég ætti bara að einbetta mér að grínunum. Já. Og ég var alltaf að bokka í öllu sem ég var að vinna með. Nú. Og einu sinni, er ég að vinna á lagarnum. Það er heilt bretti. Og ég segi svona við félagum sem er að vinna með mér. Bragi, það er heilt bretti, einhverju helvitis kaffi allt mest hér hérna. Það var bara kaffi. Svo koma stuttu seinna gæði sem heitir Orri hérna. Ég sagði, heyrðu,
Ég veit henni skaman að gera gular og grænar baunir, en getur ekki drullast til að búa til bláar baunir? Herðu, þá grenjaði nú Jóhannes úr þátturinn, en já, því að Sveppi var þá að vinna í Hagkaup. Og grænmetislæðinu? Í grænmetinu, og ég var alveg frægt að ég var svolítið duglegur með gellunum í Hagkaup, í Bónus og Hagkaup. Og ég sagði Sveppa frá því á sínum tíma, þá sagði Sveppi, það sem mér fannst alltaf svo gott. Þá sagði Sveppi, ég var búin að segja að ég væri alltaf að dogga þetta gellur. Já. Nú, það er ekkit annað. Það er Sveppi. Þetta er svo lélegt. Fyrsta lega veit ég að hann var ekki að segja þetta og hvað? Nú, það er ekkit annað. Það er alltaf einhver segir mér einhverja frétti núna og segir það. Nú, það er ekkit annað. Já, þetta er alveg frábært hjá þér. Þetta er alveg... Heyrðu, það til hamingju með nýju ríkisstjórnina. Já. Ég segi bara loksins ég kom með forsætisráðherra með alvöru tútur. Jæja, Bræðbreki, það var gaman að heyri þér og... Heyrðu, ég er rétt. Hvað? Er landsleikur eftir? Landsleikur, þú ert bara... Er þeir að fara í keppi hvernig á að landa? Er þeir að fara að landa eitthvað í lögundinu? Það var gaman að heyri þér, Brjál. Ég kemst ekki á leikinn, ég er að fara að horfa á færeyska landsliði í boccia. Keppa. Já, þetta er svo dapurt. Já. Ég er að fara að horfa á færeyska landsliði boccia keppa, ég kemst ekki. Já, nóg að gera þér, heyri ég. Heyrðu. Já, við erum ætlum að kveðja þig. Meistari? Já. Einn af þessum allra mestu meisturum þjóðarinnar. Já, 239. Já, en Gilsarni í topp 3. Já, ok. Yes. Gilsari. Já. Í topp 3. Já, ég er að elska það. Fæ ég lag með Gilsarnum í lokin. Hvaða lag? Hó, við sé hei. Já, excellent choice. Mjög með. Já, frábært val hér. Ekki það? Já, aldrei að vita. Varstu að fíla nýja efni mitt? Já, nýja efni þetta er alveg frábært. Gaman að heyri þig, vinnur. Farðu varlega um helgina. Tveir harðir. Já, þakka þér. Bye. Þetta var Bræðbreki í, Fanta Fíling. Hann var í stuði í dag. Já, látt sér að meitt í honum. 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum vinningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráði þig í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 10. til 21. júní hringjum við eitthvað skráðan hlustanda og mókum nýjan vinningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistarstöðin, þá gætir þú fengið mánaðarbyrðir af Coco Puffs, risa ísveislu frá Jojo Ís, gjafakörfu frá Durex, mánaðarkort frá World Class eða LG síma úr nýju L-seríunni frá LG. Og ef heppnin er með þér, gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Gleðilegt sumar. Stærsti sportbar Hafnarfjarðar opnar í dag. Yfir 3000 stöðvar og allir íþróttaviðburðir. Heiðar Austmann og Rikki G. föstudagskvöld og Alexander Aron og Guðmann Sveins trúbast laugardagskvöld. All in sportbar. Stakkarhrauni 1. Þetta kallar á Karlsberg. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðbenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Geimstöðin Kringlunni kynir. I need to remind you what is out there. Frá framleiðendum Uncharted-leikjana kemur einn harðasti leikur ársins. The Last of Us á PlayStation 3. We don't have to do this. Heimurinn er grimmur og menn svífast einskis til að lifa af. Gagnrýnendur keppast við að lofa The Last of Us og hefur leikurinn þegar hlotið 9,6 í einkunn að meðaltali á metacritic.com. Þú færð The Last of Us á PlayStation 3 í geimstöðinni Kringlunni. Sérstakt þjóðhátíðartilboð til N1 korthafa. 13.900 krónur fyrir miða á þjóðhátíð í Eyjum 2013. Gildir 3. til 9. júní. Allar nánari upplýsingar inn á n1.is. N1. Meira í leiðinni. Vissu þið að með smá lánum Kredja er lánsupphæðin lögð beint inn á reikningi þinn leið og hefur sendt SMS í... Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Þú fær allt fyrir hlaupin í Intersport. Mikið úrval af hlaupafatnaði og hlaupaskóm á frábæru verði. Intersport. Alvöru sport.
Á föstudagskvöld munu hljómsveitirnar Mammút og Morgan Kane koma fram á tónleikum á Hressó í boði Viking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og frítt inn. Fylgstu með dagskránni á Hressó fésbókinni. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið eru að hlusta hér á Auðun Blöndal og Egil Einarsson í FM 95 Blö. Þennan föstudaginn, það er 7. júní. Hellingur að vera í kvöld, eða allavega landsleikur. Já. Mjög spenntið fyrir honum, strákarnir. Það er bara allt að gerast. Það er svolítið hannig. Það er ekki allt að gerast, en það er stemming í landanum. Hvenær hefur einhvern tímann verið eitthvað meira að gerast? Það er júní, sumar á dettinn. Það er risa landsleikur í kvöld. Já, hvað er meira en það að gerast? Rosa Music Festival í Kiev. Það er allir búin að fá útborga og það er gott veður. Það er allt að gerast. Það er ekki að láta það á þessu. Ok, allt að gerast, allt að gerast. Hérna, hvað er eitt hérna? Ég var að rekast að Lemon Boy. Nonni Tattoo? Já, hann er það mikið big shot. Lemon var að opna, Suðurlandsbraut. Já. Hann bara, hörðu, ég ætla að henda öðrum stað upp. Og Laugaveginn. Já, hann ætlar að opna Laugaveginn líka. What a man. Þetta er ótrúlegt. Hann er bara, áður vitum að það eru lemon út allt land eins og Subway. Lemon Boy. Það er bara svoleiðis, herru. En verður ekki eina sem ég velti fyrir mér. Veitu þú því að fólk fer á Lemon til að hitta Lemon Boy og fá sér samlug, skilur? Það er rétt. Bara fólk hugsar, ég ætla að fá mér að sandwich, það spjalla við Lemon Boy. Já. En hvernig í píp ætlar hann að vera á Laugaveginum og á Suðurlandsbrauti? Fólk er að fara að hitta hann. Já, þú meinar. Þannig að það næri ekki að hitta hann núna ef það fer á vitlausan stað. Nei, hvað ætlar hann að klóna sig það? Make the call. One hell of a point, Dave. Make the call. Hvað er hringið hann? Já, bara ræðum þetta við hann. Spyrja hvernig hann ætlar að bæða að vera á Laugaveginum og Suðurlandsbraut. Já, ég veit til að einhvern að leysa það. En er fólk að fara á Lemon til þess að hitta Lemon Boy? Já, það er svolítið. Eina sem ég velti fyrir mér það. Út af að Lemon Boy er ótrúlegur. Er hann ekki bara með laust á þessu? Ég held að ef einhvern sem getur verið að báða stöðum einu, þá er hann sko. Er hann alltaf á Lemon eða? Hvað er ekki læg með þig? Já, ég fór eitthvað daginn, þá var hann ekki. Er á klóstinu? Já, reyndir. Er það ekki að hægja sig eins og allir aðra? Rétt er. Jón Gunnar. Lemon Boy! The Lemon Boy! Yes! Stöðra og töðra. Stöðra og töðra. Hvað segir Nonni Tattoo, Nonni Plug, Lemon Boy, John Gunner, man who likes lemon, Lemon Boy, the man of all lemons. Halli og Latti, þið eru í stuði hér í maður. Já, það er föstudagur. Við erum í hrikalega góðum gýr þennan föstudag. Jú, það er ég að heyra það maður. Hvort ertu núna að láta bæta á your sleeve, það er að segja tattooið þitt, eða B, ertu að hendi einhverja fáránlega góða samloku, eða C, ertu að plugga einhverju sitti? Það er þrennt sem kemur til greina. Hvað er þetta að gera? Hann veit brekkuna tvær. Ég er að setja þetta bara á Lemon Suðurlandsbraut á milli funda og býð eftir að snurra og turra hringið mig sko. Hann var alveg að gera það. Þannig að þú ert að hendi a hell of a sandwich. Get ekki hent meira í slífi sko, því það er náttúrulega búið sko. Þú getur byrjað á hinum handleggnum. Með 2 handleggi? Já, það er í skoðun sko. Það er eitt sem við viljum að ræða við þig, Lemon Boy. Ógóttum með það, skjóða það til. Já, málega er því að við viljum að fá lausnina hjá þér. Og nú er fylgið að því að fara á Lemon, það er að hitta Lemon Boy og fá að sandwich. Hvernig í fjáránum, Jón Gunnar Geirdal, ætlað þú að vera á Laugaveginum og á Suðurlandsbraut at the same fucking time? Afsakið dónarskapin. Og góð spurning, svaraði nú. Þetta er með betri spurning sem heit lengi, þannig að þið viljum meina að fólk sé í rauninni að koma á Lemon ekki að því að samlokan svo góða djúsi, heldur fyrir að hitta mig eða? Það er hluti af upplifunni. Það er bara sem fólk er að gera. Það er hluti af upplifunni, hitta fertuðan flúruðan kall og hendi sér samlokun. Þið eru svo miklu snillíkar. Þið eru í alvörun að hringi í mig til að spyrja út þetta. Ég ætla bara það er ekki sem ég sé alltaf þetta sko. Þetta er veitingastæður sko. Ertu ekki alltaf á það? Nei, ég er ekki þetta alltaf, en hvað er eiginlega aðeins? Þú ert alltaf núna? Ég er vissulega þetta núna, því ég er að henda hérna með sér, mér langaði góðan djús og þú veist, það er gott veður og svona, langaði góðan djús, þá er ég hérna að húrra mér heim á vinnun og út af bænum okkar stuð, sko. En segjum fyrir fanbase-iðin að núti, hvort verður líklegra að hitta þig á Suðurlandsbraut eða Laugaveginum? Ég get svarið það maður, fanbase-ið mitt sem er þá hvað? Einhverja fertuga fráskilda konu sem hlusta á mig á FM 93
Eða fólk sem elskar góða samlokk í það, eitthvað aðeins? Don't be so hard on yourself. Þú ert bara gessamlega í afneitun með þetta, John Gunner, því að ég get sagt... Er ég afneitun? Ég bara segja það reitt. My fanbase. Nei, ég ætla bara að segja það reitt. Já. Sko, fólk fer á hamburgerfabrikuna til að spjalla það Sim og Jóa. Fólk fer á Nonnabita til að tala við Jón, sem alltaf á vaktinni. Fólk fer á Lemon til að hitta Lemon Boy. Þetta ekki að ná þessu. Fólk fer þá hvað, í sporthúsið til að hitta DJ Muscle Boy, eða? Það er bara nákvæmlega þannig. Þess vegna held ég að þú væri með eitthvað briljant lausn á því hvernig þú getur verið á 2 stöðum á sama tíma. Hann minnst ekki eins og þú var búin að hugsa. Nei, hann er ekki búin að pæla í því eins. Já, þannig ég veit hvað, 7-11 miðbær, hendi mig í hátið, Sörlandsbraut, tek Laugaveginn aftur 2, þú veist, eða bara klónar þig, það er líka valmögulega. Ert þú eitthvað að smyrja? Gamli Geirdal, ég ekki að smyrja drast, hvað að þér? Hann smyrja. En Gamli Geirdal, hann náttúrulega bara, Lemon náttúrulega bara eitt af verkefnunum hjá galamannum, sko. Þannig að þetta bara, ég verð bara víða eins og fólk eru áður varðið. Kallaði þið með drast? Já, þú kallaði blöð drast. Já, fyrir ekki, ég er ekki að kalla blöð púp eins og síst í hann að hlýna þér. Það má ekki kalla lengur blöð, maður bara kalla hann púp. En sko, en hörðu, en samt Jón. Já. Farðu þú að ángrís að finna lausn á þessu vandamáli fyrir your fans? Já. Fyrir my fanbase þá þarf ég að finna lausn á því hvernig ég splitta verið millir Lemon Sörlandsbraut en á Lemon Laugaveg. Já, nákvæmlega þannig. Farðu að hugsa þetta. Já, þetta, ég er ángrís búin að setja allt á klaka yfir helgina, hættu það að fara á landsleikinn og ætla að henda mér í þetta vandamál strax. Hvað ætlar annars Tattoo Boy að gera helgina? Eitthvað planið það? Nei, ég ætla spenntu fyrir landsleik, við ætlum að jarða þetta lið hérna. Já. Og svo er ég bara að henda mér út úr bænum bara, bústa, heitu pottur og... Farðu úr bænum hvað það koma vel? Já, ég get ekki, veist ég, þið ætla að vera í stuði, veit ég, helgina, sko. Nei, rólegt ég er. Nei, mitt. Róleg helgi. Ég ætla að forðast aðeins og heitan eldin að hitta Antikrist og bróður hans. Það var gott helgina, Lemon Boy. Það var gott. Já, sömuleg, þetta var stórkostlegt, takk. Hendi ykkur á góða samlokum. Bye. Já, hann er ekkert búinn að hugsa þetta. Og hann er með skýt saman með fans. Það er sem ég veist, sem bara verstu þetta. Það er regla nr. 1, 2 og 3. Take care of your fans. Það er bara nákvæmlega þannig. Er það ekki? Hann er bara skýt saman það, verður þetta. Þetta er XXX Rottweiler með kláruð allt í kvöld. Í kvöld? Ríkilega fórlega. Hvenær förum við í stuðlagi félagarnir? Stuðlagi, það er bara hér rétt á eftir, er það ekki? Það er ekki á sínum stað bara. Það er 1:06 eins og alltaf. Nei. Það verður svo aftast. Nei. Það er mjög stundið, það er bara strax þetta rauninsingur eftir. Hörru, ég ætla að teikna upp fyrir því smá scenario. Ertu búinn að velja stuðla? Já, er ég búinn að velja stuðla? Er það eitthvað sem að kemur ef að landslið er í rútunni núna á leiðin á völlin? Eitthvað sem kemur landsliðin í gýr? 100%. Ó, fíla. Og líka bara fólki í gýr, sko. Ekki einhver svona horbjóðu með einhverjum belgiskum DJ með allt niður. Það er sungið í þessu. Já, strax gott. Blöð geti, þú kannski drullar ekkert svo mikið yfir þetta, sem er alltaf gott, sko. Okay. En ég ætla að teikna upp scenario fyrir þig. Já, aðstæður sem sagt fyrir okkur sem finnum íslensku. Já, sko, hvað gerur auðun? Ok, þú ert á sameiginlegu salerni, sem við bara setja í sporthúsinu, uppi, það eru 2 klósett þar, sem er fyrir konur og kalla. Já. Ok, blöð er tæpur í maðunum, og þú ætti að fara að hægja þér. Og þú ferð á salernið og þú hægir þér. Það mæntalega. Já. Til þess er það. Já, ok. Og hérna... Þú veist bara að fyndi að segja hægja þér, þá bara að fara að hlæja. Nei, þetta fyndi hvernig þú sagði það. Hérna, ok, og þú hægir þér, skilur þú? Og síðan er bara, þú veist, þetta er bara einn af þessu dögum sem að, þú veist, lyktin er við bjöður, skilur þú? Þú veist bara, shit, hvað er að gera þetta? Ok, þú heyrir síðan frammi. Þú veist, það er reyfið í hurðarhúnni. Þú veist, einhver leiðin inn. Það myndi mig strax byrja að líða ógeðslítla. Já, út af því að þú veist að hægja þér og þú veist, þú ert bara shit í með allt niður um mig. Og þú heyrir að þetta eru 3 stelpur, svona bara... 3 stelpur? Já, bara spjalla, þú veist bara. Og hérna, og þetta eru bara 3 stelpur sem keppi ungur Ísland, skilur, býðið til salurinu. Já, sem maður myndi aldrei gerast. Hvað er 3 stelpur ungur Ísland að gera á sporthúsinu? Og nú er ég með pop quiz, hot shot. Hvernig leysur þetta? Ég myndi störta niður, grípa fyrir nefið á mér. Það er líkilatrið að störta niður, sko. Já, væntalega, þannig var alltaf að taka það fram, svo myndi ég þrýja á mér hendunar. Okay.
Svo myndi ég grípa fyrir nefið á mér, opna hurðina og segja fokk, stelpur, ég myndi ekki fara hérna inn. Hvaða viðbjóður var hérna? Láta eins og þetta hefði verið svona gæinn á undan. Já. Veist hvað, líka góð taktík? Hvað? Settu setuna upp. Já, eins og ég hef verið að pissa. Þú setur setuna upp eins og að vera míga. Þá kom maður inn og hugsa, ok, blöð, kann ekki manna sig, setur ekki setuna niður. En á móti kemur, þú ert ekki gæinn sem hægði sér. Já, frekar að taka á sem að kunni ekki manna sig, sko. Já, en ég hef actually lent í þessu þar sem að ég var ekki sá seki. Ég myndi alveg viðurkenna hérna, þú veist, fólk þarf að, til þess eru almenningssalerni. Gæinn undan skeitt. Já, lyktin var þegar ég kom inn og það var ekkert annað klósett laust. Það voru ekki 3 konur ungur úr Ísland sem biðu, en það var kona á leiðin inn. Það var bara nú hérna niður vinnu og Birta sem er að vinna hérna. Og það var hérna, og ég var saklaus og ég sagði henni það, sko, og hún fór bara eitthvað hlæg. Trúður, fannstu það? Ég get ekki fengið að staðfest af því að hún segir alveg hún hafi trúið mér, en ég get aldrei verið viss. Og ég sagði hann, herru, ég sverða við þig, sem allt sem ég á, þetta var þegar ég kom með þessi lykt. En þú kannaðist við hana, vinnufélagi, en út á stað, út af 3 stelpur utan, og veist ekkert hvað reyður, það þekkja þetta Blow and Dale. Ég myndi ekki hika við að segja að ég væri saklaus, þó ég væri sekur. Og hann myndi bara segja, þetta var ekki ég. Og þannig myndur leysa þetta. Og jafnvel hafa setun uppi líka. En ég samt búið lítið fyrir að, sko, mér finnst óþægilt með þess að gera þetta hérna í vinnu, sko. Já. Ég hérna... Þú skýtur á gólfi heima það er ekkert mál. Já, veist, ég vil helst gera þetta heima á mér. Já. En, já, frábær spurning hér. Þá veit ég hvað þú myndir lesa þetta og það margir sem að hugsa þetta alla daga, skilja? Já, það er bara allir hlustendur okkar að spá í þessu akkurat núna. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð, svo ætlum við að henda stuðlæginu hjá Gilsararnám, svo lagið á leiðinni heim og, já, smá konfektinn í lokin líka hann ykkur, en fáum auglýsingar fyrst. FM 957 kynir, sumarleik séð og heyrt. Séð og heyrt verður með skemmtilegan leik í allt sumar. Það eina sem þú þarft að gera er að svara 5 laufléttum spurningum sem birtast í blaðinu og þú átt möguleika á að vinna þér inn veglega vinninga. Vinningshafar verða dregnir út í morgunþættinum Mario með þeim Sverri og Óla á FM 957 alla föstudagsmorgna og verður stór ferðavinningur dregin út einu sinni í mánuðin. Vertu með í gleðinni. FM 957 og séð og heyrt. Gera lífið skemmtilegra. Á föstudagskvöld munu hljómsveitirnar Mammút og Morgan Kane koma fram á tónleikum á Hressó í boði Viking Léttum. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og er frítt inn. Fylgstu með dagskránni á Hressó Fésbókinni. Laugardagar eru lottódagar. Leyfðu þér smá lottó. Ein myrkasta sjónvarpsþáttaröð síðari tíma snýr aftur á Stöð 2. The Killing hefst á sunnudaginn. Stöð 2 í liftrandi áskerpu. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst. Framkoma Gus, Páll Óskar, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Stuðmenn, Bubbi Mortens, Eyþór Ingi, Jónas Sigursson og ritvélar framtíðarinnar, Sálin, Helgi Björns og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Geimstöðin Kringlunni kynir. I need to remind you what is out there. Frá framleiðendum Uncharted leikjana kemur einn harðasti leikur ársins. The Last of Us á PlayStation 3. We don't have to do this. Heimurinn er grimmur og menn svífast einskis til að lifa af. Gagnrýnendur keppast við að lofa The Last of Us og hefur leikurinn þegar hlotið 9,6 í einkunn að meðaltali á metacritic.com. Þú færð The Last of Us á PlayStation 3 í geimstöðinni Kringlunni. Nú getur þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac mini og MacBook Pro. Tölvulistin. Shell og Bílaklúbbur Akureyrar kynna. Shell bíladagar 2013, dagana 14. til 17. júní á Akureyri. Keppt verður á sérhannaðri keppnisbraut. Götuspyrna, drift, Auto X, Burnout, græjukeppni og bílasýning. Tryggðu þér miða á næstu þjónustustöð Shell eða á heimasíðu Bílaklúbbs Akureyrar á ba.is. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa?
Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Tveir harðir í FM 95 Blöð. Claire hér með Too Close. Þeir að hlusta á FM 95 Blöð. Tveir harðir með ykkur til 6 í dag. Búin að sitja með síðan 4 í þvílíkum hamstrákarnir. Já, alltaf að gerast hjá okkur. Og nú er komið að viltasta dagskólið FM 95 Blöð og... Sturla staðrendur eru búnar. Fyndið. Hérna... Fer þetta stuðla samt ekki að verða þreytt? Er ekki stutt í það? Aldrei. Þetta er viltasti dagskóliðurinn. Nei, er þetta? Sko, hendu í hérna eitt rauði takkinn á hægri tölunni. Push it. Það er þetta að spila, það er að... Ekki bráfliðið, sett það brá. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today, he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Sturlagið? Oh my God, is that DJ Muscle Boy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscle Boy. DJ Muscle Boy. Ready or not, here is DJ Muscle Boy. Hvað sem við erum tilbúin ekki, þá er hann mættur hérna DJ Muscle Boy. Flest ykkar ekki tilbúin. Adam Blondale. Sætlitu. Hörru, það er ekki teknir eini sénstar í dag. Þú lofaðir einhverju góðu lagi sem verður sungið því að landsleikur og allir í stuði. Já. Eitthvað sem allir fíla, ekki bara þú og... Þetta er gott gæsahúð. Menn sem að gleypa skrýtna töflur. Þetta er gæsahúð, skal ég segja þér. Er þetta gæsahúð? Já, þetta er dramatík, þetta er gæsahúð og þetta er svona bara pá. Já, ok, þetta er allir pakkinn bara. Já, þetta er nákvæmlega. Við erum bara að fara í... Við erum ekki að flækja þetta dag. Skúta. Akkur kallar þetta ekki bara skúterhóðni? Skúter er annað Nei, það er búin að vera mestalagi 4 sinni með það. Ég er búin að vinna með hollendinga og svíja og... Og hvaða lag með þessum skúter? Með þessum hvað? Með skúter. Skrifaðu skúter, Bill, Chaser. Vá, hérna er skúter með lag sem heitir Friend Turbo. Það er alveg 5.000 mark að tjekka þig. Sá er heitur þess að dana. Með svona 1.000.000 lög inn á... Sá er heitur. Já, Turbo. 5.000 mann, skal kíkti söðukrókar á þetta tvisvar. Það var eitthvað vitleysingur búin að Turbo að lagið upp. Hvernig ennið því? Þannig ekki að horfa á það. 5.000, sorglegt. Hérna, settu, skrifaðu Chaser og skástrík, Jigga. Græja þetta bara. Jesus. Og hægur að græja. Hvað er það, 2 lög eða? Verð ekki að ágjöra því. Nei, þú fær ekki 2 lög. Það er alvar hreinu. Ekki missa saur. Nei, ég er feskur hérna. Bara... Þetta... Já, leiðu dramatíkin að njóta sín. Dramatíkin að njóta sín? Hvað er þetta dramatíkin? Nei, leiðu henni njóta sín. 60 gauð með strípar og öskar á grippinu svo klíka. Þvílík dramatík maður. Hann er ekki 60, sko. Hvernig byrja lagið? Það er byrjað, maður. Þetta er hluta laginu. Allt niður. Þetta er alveg. Jæja, þá byrja þetta. Skulum gefa hann tæmi. Let's keep it real. Já, let's keep it real. Hann er byrjað þetta. Hann er oft með svona skilabóð sem hann segir fólki. Akkur gerir hann ekki ból úr þessu? Keep it real. Það er ekki gert það. Í hverju er maður? Í hverju er hann? Hann er bara í fötum. Þrengs bara, þetta eru þrengstu gallabuxur við séð á æfinn. Hann veit að þrönga gallabuxur eru sexy, þess vegna er hann í því, sko. Já, það er bara eins og sé búið húflúr á hann buxur, þetta er svo þröngt. Taktandi fyrirmyndar. Það myndi ég aldrei gera. Þetta er ekki búið. Málega, síðan fara að sjá mjög fagmælega skiptingu úr Chaser yfir í Jigga og þá keyrir hann það í gang. Þú lætur svona 45 sekúndur rúla því, slaka bara á. Þetta lendi, við erum komin í 4 mínútur. Hlustaði nú.
þetta nýtt lag, þetta nákvæmlega svo hitt. Þetta svo gott partíu, þú getur ekki toppað þetta. Það allir í bílunum núna bara, bara landsleikinn. Þetta nýtt lag, þetta ekki sama og þú vorum að hlusta. En að mixa það vel saman og heldur þetta sé eitt lag, það bara mikið. Þetta nákvæmlega eins. Þetta var geðveikur það. Hlusta á viðlagi þessu. Dramatíkin ótrúlega. Það sé spenntum að þetta. Góttu með það, Afi. Hlustaði, hækkaði og þegið. Sjá líka bara fólkið að nýsa alnum. Þetta bara, ég held að kannski 10 manns að sé dagsbyrtu síðustu 3 mánuði. Herru, þetta var... Byrja þess að þetta fer úr dramatíkin í tempo. Það er fáralegt. Þú veist það? Já, þetta er fáralegt. Heyrðu það? Jesus. Það skiptum takka. Herru, þetta var stuðlag dagsins. Fáum eitthvað hérna sem við heim getum hlustað á. Svo er það lagi á leiðinni heim og ég er með alvöru lag sem að peppar landsliði hjá eftir. Lagi á leiðinni heim, það er alvöru stuðlag. Ok. Það er bara hann. Þú fílaði þetta, sant? Það er eitt upp á stöðunum mínum. Útræðdansinn, ég næði honum fullkomlega á síðan öðulega. Það með hendur svona hausnum og... Já, hendur á hausinn og dillir svona mjöðum og fer niður í gólf. Ég næði þessi fullkomlega. Ok, glæsilegt. Gaman. Þetta er Þórunn Antonía með lagið Too Late. Það er svo komið að lokum hér hjá okkur Agli. 2 harðir kveðja þennan föstudaginn. Við ætlum að fara að bruna á landsleikinn. Henda okkur niður Laugardal. Við ætlum að fara að klappa fyrir meistara Hemma Gunn og horfa á Íslandinga að pakka saman slófunum og þetta verður góð dag. Það er skoðið vinn þetta fyrir Hemma. Það er sennilega sem ég hlakka mest til á vellinum á eftir að það er að klappa fyrir þeim mikla snilling. Við þökkum kærlega fyrir hlustunina í dag. Vonandi höfðu þið jafn gaman að þessu við og þökkum við ykkur fyrir hlustunina. Við verðum mættir hér á mánudaginn, ég og Björn Bragi, endilega tekja á því og bara áfram Ísland og Egill. Viltu heyra alvöru stuðlag? Viltu heyra hvað kemur bæði Íslendingum, áhörnundum, landsliðin og öllum í gýrin fyrir svona leik? Það er sko, þú er búin að hæpa þetta lag það mikið upp. Þetta er bara líka núna ef það er eitthvað ræktun eitthvað. Þetta hérna kemur þér í gýrin. Áfram Ísland. Karlsberg.is og þú getur boðið 3 aðilum með þér í partí ársins í Svíþjóð. 31. ágúst með öllu inniföldu. Þetta kallar á Karlsberg. Í tilefni af þjóðhátíðardegi Svía bjóðum við ykkur á IKEA Festival alla helgina. Ókeypis morgunmatur milli 9 og 11. Skemmtiatriði, grillaðar pilsur og gos. Fullt af fjöri fyrir krakkana, frábær tilboð á sumarhúsgögnum og margt fleira. Skoðaðu dagskrána á IKEA.is. Hlökkum til að sjá ykkur. IKEA. Jim Beam og Reykjavík Inc. kynna í 8. sinn á Íslandi Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Geimstöðin Kringlunni kynnir I need to remind you what is out there. Frá framleiðendum Uncharted leikjana kemur einn harðasti leikur ársins, The Last of Us á PlayStation 3. We don't have to do this. Heimurinn er grimmur og menn svífast einskis til að lifa af. Gagnrýnendur keppast við að lofa The Last of Us og hefur leikurinn þegar hlotið 9,6 í einkunn að meðaltali á metacritic.com. Þú færð The Last of Us á PlayStation 3 í geimstöðinni Kringlunni. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Eyþór Arnalds. Herði, ég heyri raddir. Eru þær ógnandi? Nei, það eru frekar skemmtilegar. Er í partí? Er fólk í kringu þig? Já, hellingur, sítalandi. Sumardrykkurinn Mix-Up veldur því að þú skynjar hvað er í kringum þig. Samviskulausa freistingar. Glow, yfir náttúrulegu veitingastaður. Nú býst áskrifendum Stöðvar 2 að eiga notalega stundir í baðstofu og heilsurækt vörklass á sérstökum vildarkjörum. Áskrifendur geta nú keypt 3 mánaða heilsu- og baðstofukort á 40% afslætti eða fengið 50% afslátt af hverjum stökum tíma. Láttu nú dekra við þig, þú átt það skilið. Kynntu þið þetta og fleiri spennandi vildartilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 vild er snilld. Stærsti sportbar Hafnarfjarðars opnar í dag. Yfir 3000 stöðvar og allir íþróttaviðburðir. Heiðar Östmann og Rikki G. föstudagskvöld og Alexander Aron og Guðmann Sveins trúbast laugardagskvöld. All in sportbar. Stakkarhrauni 1. Þetta kallar á Karlsberg.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin. Took the mold, 91% eða 100%, hvernig sem við segjum þetta. Það ekki G tekin við að FM 95 Blö. Við hér saman til klukkan 8 í kvöld. Herru, það nóg framundan helgina. Aldeilis line-up á Keflavík Music Festival í kvöld og á morgun. Landsleikurinn Ísland-Slóvenía. Og þann leik ætlum við að vinna fyrir Hemmagunn. Og það bara akkurat svoleiðis. Við erum klappað í...